Það er sigur á Ísland. Hvernig menn eftir svona leik? Ég er bara mjög sáttur. Bara mjög ánægður með mitt lið og bara komum hingað að sækja sigur og við gerðum það og svo sem ekki fallegt á köflum en bara góður sigur. Það þarf nú kannski ekki alltaf að vera fallegt. Hvað voru menn tilbúnir? Var lagt upp með það að spila fast og láta þetta verða leiðislag? Já, við þurftum þess. Ég menna annars hefur við bara alltaf yfir okkur. Við svo sem erum svolítið svona að hlaupa á því að láta finna fyrir okkur og svona að reyna að standa fyrir eitthvað sem lið og það hefur verið ágætis gangur í því á síðustu leiki og bara flott framhald á því í kvöld og ég er bara mjög sáttur með svona, heildar frammistöðuna svona kannski svolítið svona lengi í gang varnarlega en fjórðarleikluta bara mjög gott og flottur sigur. Þið fáið gott framlag frá Breka. Er hann lykilpartur af þessu í vetur? Það sem eftir er? Já, Breki náttúrulega er og búinn að vera okkar langbesti maður varnarlega og hann var að hitta mjög vel í kvöld, hann hitti vel á móti Stjörnunni og allt það og vonandi þetta bara það sem að koma á skal. Herðu, næsti leikur Breiðablik, verða menn tilbúnir að hlaupa með þeim? Já, við ætlum svo sem bara, við tökum smá pásu núna og slöpum að hér í kvöld, fyrir heim á morgun og svo bara byrjar undirbúningur fyrir það, við hlaupum með þeim ekki, það verður bara komið ljós. Hvernig er framhaldið hjá Grindavík komið til með að leita leikmönnum? Já, ekkert ákveðið sko, við erum svo sem alltaf bara með opin augun og allt það og við erum bara að hóra í kringum okkur og svo verðum við bara að sjá hvað gerist. Þetta er svona mjög erfitt og þröngt og allt það og við erum að hlaupa þetta svolítið á okkar strákum og þeir eru að gefa okkur mikla orku og mikla svona, bara svona gleði og stemmingu og þannig að við ætlum ekki að taka bara hvað sem er sem að eitthvað rasshaus sem er að fara að skemma allt þannig að þetta er að vera flott fitt ef við bætum við. Flottur, takk. Takk.